Það hárrétt. Heyrist eitthvað skrítið í Blondell? Já, heyrist ekkert í Blondell. Þú voru að gera það þig, það er eitthvað að mækniðinum. En núna Þannig ertu maður. Klokkan er 4, Mötley Crüe er konur á fónin og FM 95 Blö hefur hafið göngu sinna þennan föstudaginn. Heldur betur. Tæknin eitthvað aðeins að stríða okkur inn í byrjun. En ég sem tækni maður þáttarins er búin að laga það. Akkurat. Þetta var bara eitt takki sem ég veist í dag. Hvernig væri við myndum einhvern tímann bara að fá einhvern hérna á FM til að bara kenna okkur á takkana? Já, þetta er sko hræður, þetta er að Sverri byrjaði með morgunþáttinn. Hann kunni betur á takkaborð en ég eftir viku. Ég er búin að vera þetta í 3 ár þá held ég. Þetta er ekki hægt. Nei, ég kann redda þessu. Já. Við skoðum þetta að gera, ég veist að íta á on. Já, það er yfirleitt svoleiðis. Sko, annarkvort það þarf að íta á on eða það þarf að taka allt úr sambandi og setja aftur í samband. Það er eina sem ég ger alltaf og svona 90% tilvíku það virkar. Það virkar oftast líka bara hérna með stöð 2 og hérna með afruglarum. Já. Bara taka með samband og setja aftur í samband. Einmitt. Það er bara svoleiðis. En já, ég ætla nú bara að byrja á því eins og alltaf drengir að spyrja ykkur hvernig hafið það. Steindi, við byrjum á þér. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Það er 14. ágúst. Nákvæmlega, veistu að ég hef bara aldrei verið betri. Aldrei? Nei. Stelur lítið aðeins. Stelur svipun agli. Ég veit það. En hvernig er þú þá, Egill? Ég er bara fráandi góður að fylgja. Já, ég er að skána. Búin að flytja? Já, ég er ennþá komið fyrir, þú veist það. En ég er með þurrsabit, ennþá. Og það er svona vont að beigja sig og reyma og fyrir sokkana á mótana og svona. En ég fótt til hérna hnykkjara. Já, ég frétta því. Já, þú eiginlega rakst mig til hnykkjara. Þú hringdir og pantaði tíma fyrir mig. Hvernig finnst þið það? Bara mjög fínt. Það var rosalega vont á meðan ég stóð. En daginn eftir var ég geggjaður. Miklu betri. Ég var í alvegni miklu betri. Þú ert að skána? Já, þú veist, þetta er ekki töframenn, fattar þú lappar ekki út alveg góður. Nei. En ég var ángrín svona 70-80% betri. En þú ekkert fullt að betja á þér og ekkert að flytja og bara góður? Ekki verið betri eftir. Fylgislagur? Öfundaði ég maður. Já, þetta er Living líka, the good life. það er góð helgi framöndan. Það er rosalega helgi Það eru Keflavíkur nætur. Já. Hvetjum alla til að kíkja þangað. Af því að við erum þar. Já, við erum þar í kvöld og Egill á morgun. Já, við erum í kvöld og Egill. Þú ert á morgun, ég held að þú ert líka í kvöld. 230 bara. Já, það er 230 bara. Það er stemming. Svo bikarúrslitaleikurinn á morgun, KR Valur. Þannig það er stemming. Það er leikur í kvöld í ensku úrvalsdeildinni á föstudagskvöldi. Manchester United Aston Villa. Það er bara einhvern veginn alltaf að gerast. Vitið þið með hvað liði ég held í íslenska fótboltanum? Afturrætingu. Nei, ég held með Víking. Nú okkur. Næ, ég veit það ekki. Ég hef alltaf bondað svolítið í Fossvogin. Hvað varst það bara ákveða það núna eða? Ég ákveði rauninni bara upp í mötunni í dag. Það vorum að tala um það. Ég er alveg svona. Já, þú ert alveg die-hard Víkings. Já, þetta eru mínir menn einhvern veginn. Afturhelding, jú, ég held alveg með afturheldingu. Þeir eru alltaf bara í, annari eða þriðju deild með allt niður sig. Því miður, ég vil bara segja það. Þannig að þegar þeir komast upp, þá held ég með þeim. Talandi mötuneyti, við rættum það ekkert við þig, en við vorum mjög hissaður að sá við mötuneyti. Þú fækst ekki köku eða kleinuninga eða neitt, er kallinn komin í eitthvað dægit eða? Nei, ég er svona aðeins Varstu sattur eða? Nei, ég er búin að minka delluna aðeins og það er að gerast. Nei, ég fekk mér áðurinn ég kom í þáttinn. Þá fekk ég mér rista brauð heima. Ok, hvað settu það? Ég setti bara smjör og ost og fekk mér kókumalt, hrærði í kókumalti sjálfur. Þú ert ekki að vinna með banan eða neitt svona? Nei, ég er ekkert að gera þetta flókið. Þetta er nógu flókið fyrir. En við talandum við ekkert að flækja hlutina, við erum með, einfaldan en virkilega skemmtilegan þátt í dag. Það er veistla framdann. Þú getur ekki. Tilkynninguna? Jú, við verðum að fara beint í tilkynninguna. Tilkynningin sem við lofuðum hérna síðasta föstudag, ég setti hann inn á Twitter í dag og það er líka komið inn á þetta ekki þetta er stærsta tilkynning okkar, þetta er okkar stærsta tilkynning, er það ekki? Já, lengi. Það hlýtur að vera. Pétur Jón Sigfússon er genginn aftur til liðs við FM 95 Blö. Eftir gott frí. Nú hefðu átt að ég svona taka með gerfi klappi. Já, ok, við getum gefið hún svona, sko, við getum hendið þetta. Pétur Jón Sigfússon er orðinn liðsmaður FM 95 Blö aftur. Þetta verður aldrei þreytt. Þetta verður aldrei þreytt. Hann var ekki að fá þetta. Þetta er fyrir Arnar Guðlaugs og Kolbarn og Pétur Jóhann ennabla ekki voru að menn, sko. Allt niður sig. Fyndin, hann er aðeins. Hann er voru að menn, alltaf. Mér stann einn að takkinni. Hann er allt niður sig, allt lóður. Nei, ég get nú ekki verið samanlega á því, en hann er ekki með allt á hreinu eins og þeir samt. Hann er samt ekki með allt niður, hann er bara venjulegur. En Pétur verður með okkur alla föstudag, ekki hér í stúdíónu, heldur verður hann alltaf með 2 dagskrárlið, hvern einasta föstudag. Hann er með fast innslög. Já, og við erum búin að taka upp á að tekið fyrir í dag og það er æðislegt að hann hendur í Graðamanninn og svo er hann með 9 dagskrárlið handa okkur líka. Þannig að fylgjast þið vel með því. Graðamaðurinn er einn af mínum uppáhalds all time. Já, svo erum við með kortmyndur, frekar sturlaðar staðreyndir, giftast, drepa, sofa hjá. Akkurat. Við erum með, hvað stendur hérna Egill? Ertu með aðra spurningakeppni? Já, bara spurningakeppnina sem var síðast og það síðast. En byrju, varst ekki með það bara síðast að því að það var gay-pride eða? Og undan að því að það var þjóðhátíð. Þetta byrju, var þetta ekki ný dagskrárliður í okkur félagunum eða? Er það orðið dagskrárliður hérna eða? Það ekki. Þú ert alltaf búin að ákveða það. Já, hann er alltaf búin að króta þetta hérna í handritið mitt. Og síðan ég er líka með Blöð Tölsir Ról í dag. Nei. Jú, ég
Hittir gæfa sögurkrökkundaginn sem er rosalega sögu að blöðaranum. Ég er búin að heyra Ég veit nákvæmlega hvað þetta er áður en það fyrir lótið samt. Nei, við alls ekki, við förum bara ræðum þetta bara í beinni. Já, ég hlustendur það var gaman að þessu. Já, en þú er ekkert að fela. Já, ég fæ samt pínu maðan. En við erum með veislu handa ykkur kæru hlustendur. Við verðum hér til 6 í dag eins og alla aðra föstudaga. Og já, talandi Keflavík í kvöld. Hey, ef þú ætlar að gera eitthvað í kvöld, ákveð ekki að gera eitthvað nýtt. Kíkja Keflavík, fara 230 bar. Helli í sig. Já, og bara syngja þetta hérna með okkur. Keflavík. Já, það er enda góður punktur. Heyrðu þið tók þetta Björnjörund? Ég get nefnilega að tekið Björnjörund. Nei, þú ert hrikalega lélega eftir hérna. Hlusta á þetta hérna. Börð. Aðeins minna þróskamma. Þetta er hræðilegt. Þetta er bara vond. Ég hitti þetta ekki núna. En ég hef náð hann alveg mjög vel. Ekki í kringum mig. Ef ég er búið með nokkra drikki, jú. Þú er búið með nokkra. Það er hérna eins og komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Íslensku? Nei. Ertu með gott íslenskt eftir það? Það gæti nefnilega dottið inn. Það er bara þannig. Ég er endar eiginlega verið ánæður því að ég ætla að byrja að slúðra á Miley Cyrus. Yes! Já. Mjög góða fréttir. Miley Cyrus, hún var í viðtali nú á dögunum þar sem hún var að ræða fortíð sína og framtíð og hún vil meina að karakterinn Hannah Montana sem hún var að gera þarna fyrir Disney hafi eyðilagt sig eða screwed her badly og já, hún sagði að það hefði verið svo mikil pressa að vera alltaf einhver önnur af því að Hannah Montana, ég er nú ekki hort á þess að þetta en það 60 hún er einhver svona goody two shoes pía eitthvað og ég þekki þetta ekki alveg en alltaf að sanga þessu, þá er hún að þvílíkt að vera að passa sig alltaf hvað hún gerði og hún var orðin núllingur og vil meina að hún sé orðin svona djörf í dag af því að hún er búin að vera að bæla þetta allt inni sem Hannah Montana. Ég skil þig. Hún minnir mér svolítið á Sveppa Krull. Já. Það er að segja það er að bæla þetta svona niður. Það er rosalegt að hann sleppi bandastjörðin út Hvernig er ástarlífið hennar þessi dagan og svona, hvernig er nú að deyta og hvað er þetta? Ekki hugmynd Er Patrik ekki farið það aftur? Nei, ég er bara spáið hvað er að frétta á honum. Ég veit að það var nóg að gera hann leim til bíð eða ekki. Hann er leikið í Zombies og hvað heitir myndin sem að Patrik Schwarzenegger er leikið í? Zombies vs. Firefighters. Já, Zombies vs. Firefighters. Mér finnst það mér döðlangar að sjá þessa mynd. Döðlangar að sjá hana. Það er nóg að gera hjá honum. Ekki til að bjarga lífið minni sko. En já, Miley Cyrus vil meina það að Hannah Montana hafi rústað sér svona aðeins á ljótri áns að vera dónalur en svona fokka sér aðeins upp. Svo er ég með meira slúður, það er Shia LaBeouf en hann var að fá sér tattoo sem var nú ekki frá sig á farandunum, hann setti það á hnið á sér og það er mynd af Tupac sem hann teiknaði sjálfur og tattooið er hræðilegt. Mynd af Tupac? Já, þú sérði ekkert þessi Tupac, hann greina bara sagði einhverju. Hann er á dælunni eða ekki? Já, það er eitthvað vesen á honum sko, það er búið að vera, ég held hans í edrusamt. Akkur fá okkur ekki tattoo, strákar? Hvað myndir það er? Þú ert með Steindi Junior á handlegginum. Já, ég er með sko Ég er með handrukkara tattoo. Er þetta ekki ákveð álfamálið eða eitthvað? Nei, þetta er sko álfamála stendur þetta er basically þetta er sko þetta tattoo hérna Já, menn það er að snúa handleggina að koma svona mikið við mig. Ég er að lesa þetta kjátt. Þetta tattoo en hringirnir í kringum þetta, hvaða koncept er það? Skraut eða ekki? Ég veit það. Bara skraut. Ég var sko Hver setur nafnið sitt yfir allar handleggina? Steindi Junior, segðu nú. Ég var 16 ára gammal því ég fengi þetta tattoo og búin að fá mig nokkra út á Spáni. Varstu byrjað að drekka 16 ára? Nei, ég segi svona 17, ég var 17. En hérna, sko, ef við myndum fá okkur tattoo, félagarnir, þá datt mér í hug mér er alltaf, ég er með tattoo í haustum á mér, sko. Mér langar svo að fá mér frasa úr Terminator 2. Mér langar að fá mér She's not your mother, Todd. Já, það er mjög gott tattoo. Skrifað á hérna kálvan. Ég er frá rassinni að fá með trampstamp. Lóðin líka. Ég var alveg til að fá með trampstamp. Það er það fyndið í dag. En myndum allir fá okkur. Akkur færið þið ekki svona træpal á mjóbækið? Við hendum í söfnun og látum það í gott málefni, fáum okkur allir trampstamp. Já, mér veist bara að við allir að merkja okkur einhver staðar. Já, frábært. Er það ekki? Já, Shia LaBeouf er alltaf búin að fá sér tattoo. Hvort við gerum það ekki og svo er lokaslúður í þetta, það er Kardashian fjölskyldan Egill. Yes. Já. Loksist er hann að gera það. Veistla fyrir Egill. En það er allt vitlaust hjá Khloe Kardashian þessa dagana því að eins og flesti vita sem að fylgjast með þessari fjölskyldu er að hún var með Lamar Odom körfuboltamanni eða fyrrum körfuboltamanni, ég held að það sé hættur að spila en er byrjuð núna með nýjum körfuboltamanni sem heitir James Harden og er eitt svo besti í deildinni spila með Houston Rockets og var að skrifa Engin Jordan samt eða? Nei, hann er ekki svo góður en var að skrifa undir 200 miljón króna Adidas-samning, hann er nóg til Taugur byrjuð saman og þetta fyrir eitthvað taugarnar á Lamar Odom því að hann náttúrulega körfuboltamaður líka og hann var vist að stolkana og ambush her og hún vildi ekki tala við hann og hann var alveg brjálaður fyrir einhvern skemmtistað og það er að hringja á lögguna því að hún neitaði að tala við hann og hann var alveg brjálaður. Það er ekkert verra en þú lendir í þessu, þú ert fullur, hittir fyrirverandi
og ert með leiðindi, það bömmur. Já, sko, ég hef nú aldrei skilið samt, sko, menn sem að elta fyrirverandi kæristu, sko. Það svona njósnum þær og eitthvað. Kallinu eru búin að fá sér. Það myndur ekki akkurat frekar vilja bara heyra kannski sem minnst. Já, maður reynir það, sko. Ég bara pæla, sko. Já, ég veit ekki. Hvernig með þig og fyrirverandi þína? Maður reynir að heyra sér. Það ert eltana. Sjálfstæðlega fyrir þetta Snæland og tala þess við. Nei, maður hafa svona keep distance eða ekki. Ég myndi halda það, sko. Það eiga flestir fyrirverandi kærustu eða kærasta og ég held að sé bara sniðugt að gefa þeim bara sinn frið. Já. Eða fara allaleg og vera algjör stólker, megastólker. Brótast inn og steila hlutum. Kleinurhyggju og kíki. Já, kleinurhyggju og vera peeping tom og svona, vera að þótt annað hvort, sko, en ekki millir. Það vond. Bara hvað auðvitað þetta fyrir? En já, þannig að hann brjálaður, vill meina að hann ekki verið ambúsjana, en hún var núna að segja hérna í einhverju viðtali að hann væri að því og hún var að gefast upp á hann. Þetta mikill skellur. Ánægð með slúður í dag. Já, þetta var mjög góð slúður. Ég líka alltaf með nokkra móla ef þú vilt. Nei, eru ekki feskið. Frábært. Ég til dæmis með Kurt Russell, mjög fest slúður þar. Hvað að frétta Kurt? Hann með allt lóðrétt niður sig þessa dagana. Þetta á síðan TM. Ég með hann að opna hérna. Já, þetta var allavega á henni. Það var nýlega á henni. Hann var inn á Burger King. Hann í rugglinu, Kurt Russell. Því meður, hann í rugglinu, kallinn. En þá var hann inn á baði sem sett að búa til svona pissusprengjur. Pissusprengjur. Það svona hvað er það? Heldur þau fyrir, sko, klemmir svona forðuna, pissar og safnar og sprengir svo og svona gusar út allt klósetti. Kurt Russell að því Já, og fekk sektur það. Já, einmitt. Kurt Russell af öllum. Kurt Russell. Afsökun á síðasta slúðumólunum enda hann búinn til af Steinda Junior. Hér eftir smástund, hvort myndirðu frekar? Skiptibókamarkaður Pennans Eymundssonar byrjaður. Ótrúlega mikið úrval af skiptibókum, skólatöskum, ritföngum og öllu sem þið vantar í skólan. FM 957 verður í beinni frá verslun Pennans Eymundssonar, Smáralind á mánudaginn og munum við gefa 2 heppnum allar námsbækurnar. Til að eiga möguleika þarftu bara að mæta á skiptibókamarkað Pennans Eymundssonar. Skráðu þig í Vildarklúbb Pennans Eymundssonar og þú fær 5% afslátt af öllum þínum námsbókum. FM 957 og Pennin Eymundsson í skólastuði. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir óðalsetur í Suður Frakklandi í toppstandi og stutt í alla þjónustu. Eurojackpot, föstudagur til 4. Skólavörur, skiptibækur, ritföng, pappír, kotasæla, pennaveski, möppur. Þú fær allt í skólan hjá Pennanum Eymundsson. Verum samfó, Pennin Eymundsson. Hver skrifaði þetta eiginlega hérna? Ný sending af flottum fötum fyrir skólan. FNF Kringlunni, Skeifunni, Spöng, Garðabæ og Akureyri. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Á Fresco allt búið til frá grunni. Hollur skyndibiti sem bragðir af. Fyndi ferskleikan á Fresco, Suðurlandsbraut 4. Mikið úrval af flottum barnafötum. Next, Kringlunni. 2 í takinu, 2 í tacoinu. Taco, Serrano, Fresh, Happy, Max. Hjá okkur finnurðu heitustu og flottustu dellurnar. Kíkt á skólavefinn á advania.is. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Spönginni, sími 533 33 50. Æmak, Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, sími 55 12345. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hlusta á FM 957. Hér á FM. Alla föstudaga. Hræðileg koma. Þetta lítur að vera verst á. Ég var ekki svona hálnaður. Já, þú gerir þetta svona hægt. Mátti ég klára? Kláraði. Ég má glemma hvar var ég? Þú sagði hér á FM. Hér á FM! Ó, þetta komið. Þú varst búinn að segja. Já, eðilega. Þú tekur, þegar þú opnar, þá tekur alltaf já, þið eru að hlusta á FM. Allir sem voru að hlusta, heppuðust í gang, þessi einkomu. Og líka vita núna eru að hlusta á FM.
sem er mjög þægilegt. Þetta var lagið The Poker Face með Lady Gaga. Langt sér maður fekk eitthvað nýtt frá Lady Gaga, eða ekki? Jó, er þið ekki tím Gaga? Jó, ég er alltaf í tím Gaga. Ekki spurning. Hún er góð. Ekki spurning. Það er komið að dagskóli áður að fá Pésa, Pétur Jóhann, stýrst í hann. Þá ætlum við að fara hérna í dagskóliðin kortmyndur frekar, sem er alltaf á þessum tíma. Einu sinni fóru alltaf í myndur fyrir cash á þessum tíma, en það er búið að salta þann dagskóli. Ok, þú sagðir eins og verið stoltur af þig. Já, komið tíma aðeins á hann, ekki? Jú. Ósammála. Það er svolítið sem við ætlum að gera hér og erum alltaf að gera. Við erum að taka lið út og setja nýja inn. Ég fannst það frábær. Já, hann var góður. En það er komið að kortmyndir frekar og ég ætla að byrja hérna á einni drengir sem er svona létt og þægileg bara. Kortmyndir frekar, vilja vera bestur í heimi í pílu eða keilu? Þetta er samt. Wow. Þetta finnst mér ekki eins og erfið spurning. Þú verður bestur í heimi, ekki? Nei, ég persónulega ógeðslega lélegur í keilu. Já, en ég er ekkert með eitthvað, þú veist, mér langar ekkert að vera góður í keilu. Akkur ætti ég að vilja það? Að vera bestur í heimi í keilu. Hefur þið séð keiluatriði Big Lebowski og keiluatriði Kingpin? Já, það sjálfsögðu. Þú séð hvað það getur verið sexy sport. Myndir ekki vilja lappa inn eins og Woody Harrelson taka pizzuna af einhverjum og ná 300? Hún er tekin af mér, eins og ég svo að gert við hann líka. Nei, jú, auðvitað, ég væri alveg til í þetta allt. Ég var alveg til í að vera að koma með hárið næst í af mér og eins og Bill Murray og vera að gera eitthvað geggjað, sko. Þannig að þú tekur píluna, heyri ég? Nei, já, veist, ég bara svona, er ykkur peningar í þessum sportið það? Já, alltaf peningar í öllu, bestur í heimi, sko. Bestur í heimi í pílu og getur lofað ekki að ágjöra pening, sko. Nei, það er mjög vinsælt sport í Bretlandi og svona. Já, ég hugsa að ég myndi freka vilja vera góður í pílu. Já, maður bara einhver staðar, þú veist. Maður að miða í búlsæið, að ná góðu búlsæ. Ég myndi segja að það væri betra, það er skemmtilega, það er betri tilfinning að ná búlsæ heldur en fellu. Nei, það getur ekki verið sammála. Það er sjálfgefari tilfinning. Já, sjálfgefari. Og það er blöð æfir keilu, sko. Já, en ég veit að blöð er í utandeildinni keilu og svo ég veit að alltaf vilja keilu, sko. Og ég veit að hann er mikill dartar líka, sko. Áhugamaður, mikill dart áhugamaður. Hvort takir þú? Sko, en ekki oft sem ég er sammála Detective Stoneflocker, sko, en ég held ég myndi velja píluna. Er það nafn að festast það? Nei, það er alls ekki að festast, enga veginn. En sko, málið það, eina sem er að bögga með smá í þessu svari sem ég tók hana, ég var svolítið fljótur kannski, maður er í búning í keilunni. Já, líka, ég held að sem er peningur í keilan pílu, það ekki? En þú veist, ég get ekki nefnt eitt pílu, eða keilumann, ég get nefnt pílumann. Reynda finnst mér, ég hugsa að ég færi mig aftur yfir í keiluna. Já, af því að það er eftir með hanska. Það hlaut að vera, ég er ekki með sama. Já, loksist það voru saman. En ímyndaði bara, Egill, að pæla hans í þessu, þú ert í einhverjum gæðum jakka. Ég veit hvað þetta er sexy, sko, ég með þess að hafði keilu atriði í þáttunum mínum, sko. Ég segi nú ekki sexy. Þetta keila sé alveg bara eins langt frá sexy og hægt þetta nú yfir. Og sér ekkert marga sexy í keilu. Sástu þegar Jesus var að bóna kúluna sína hann var þetta sexy. Nobody fucks with Jesus. Það er rosalegt. Ég ætla að taka keiluna og ástæðan fyrir því er að ég held ég geti litið ágætlega út í góðum jakka með einhverja kúlu sem er custom made. Þú ert líka með þessa klassísku bumbu sem keilar ég segi nú ekki klassísku. Þú er svolítið keilulegur. Ég er keilulegur, já. Ég er svolítið vaksin eins og keila. Ég myndi alltaf velja keiluna, þú tekur pílu, Egill. Já, ok. Þá er það næsta. Hvort myndi frekar vilja vera Valtý Björn eða Ívar Guðmunds? Vá! Guð minn góður. Gastu komið með erfæri. Þetta er erfiðasta spurning sem hefur komið í hvort myndir þú frekar. Og þetta er í 1 ár. Hvort myndir vilja vera Ívar Guðmunds í 1 ár eða Valtý Björn í 1 ár? Ég veit sko. Það er bara eins og ég sé að spyrja. Það sem er verst af þetta. Egill, þetta er nú bara, Egill, það er alveg slakur. Bara fyrir eitthvað sem sjá það líka, hann er að nutta augun hérna og er bara niðurlútin. Þetta er bara svona við að fýblast útvarpinu, sko. Hvort það ekki? Sko, Steindi byrjar nú. Já, málið er að ég veit að 100% að þeir eru báðar að hlusta. Já, vona það. Ég veit það, ég er búin að fylgjast með þeim á Twitter. Þeir eru báðar að hlusta. Já, þannig að þú er að vanda valið. Vá, þetta er rosalega erfitt, maður. Ívar Guðmunds er náttúrulega, sko, one hell of a man. Já, hann er í rosalegu formi. Já. Þetta segja Valtý sé ekki í formi? Jú, Valtý, hann er náttúrulega gangandi kynlíf. Þannig að, sko, hann er í öðruvísi formi, hann er svona svalur. Hann er í öðruvísi formi. En ég þarf svara, drengir. Valtarinn er náttúrulega Valtý Björn, hann er sannlega eitt mestir töffar á Íslandi, er það ekki? Hann er svalur. Þegar hann er með sólgleru inni og í leðujakka. Það er ekki margir sem rokka það. Bara hann og Bubbi geta það. Já, það er ekki margir sem geta það. En Ívar Guðmunds er náttúrulega hann segja detta 300 og hann getur næst í sig allavega svona 400 vodka í Red Bull og En Valtý Björn er líka, sko, má taka það með reyningi, það er engin íþróttafréttamaður landinu í betra form en hann, sko.
Nefna kannski Gaupi, hann alltaf toppstandi líka. Allir aðri spikfeitir, sko. En Hjöppi? Allt niður sig. En ég þarf svar, drengir. Já. Þetta samt blöð. Þetta svolítið svo, sko, að negla saman, Brad Pitt og Matthew McConaughey, sko. Þetta það er ekkert hægt að velja. Þú voru að koma með þessum dagskrálið, frábært dagskrálið. Kottu með eitthvað raunhaft dæmi, sko. Eitthvað sem make sense. Það líka við að sé bara, maður þurfa að kasta tíkalliðina. Þið verða að fá svar. Já, ég ætla að segja Valtý Björn. Ok, þú Egill. Sýll þetta ruttnar. Ég væri til að vera þið báðir. Eva Guðmundsson eða Valtý Björn. Jesús Kristur. Valtý náttúrulega með þessa stamínu, sko. Svo verðleikur ekki. Við hefum ekki bara farið í næstu. Það ætlar að svara. Er ekkert að setja prís á stamínuna svo Valtý? Hvað veit Egill Má ég kannski bara velta þess að fyrir mér að sleikur? Nei, þú verður að segja. Förum í næstu ekki. Nei, hann verður að svara. Já, ok, svara. Eva Guðmundsson eða Valtý Björn. Hann verður að svara. Ég segi, hóttu bara með þetta, segðu þetta út. Ég segi Valtý Björn. Valtý Björn, tók við báðir Valtýr. Vá. En eins og ég segi, þetta var alltaf hægt að velja, sko. Nei, þá það síðasta, hvort myndið þið fara í, sleik við Hjörvar Hafliðason í 2 mínútur eða labba hringinn í kringu landi. Sko, í 2 heila mínútur. Það svo eilíðið vantarlega. Já, vá. Í sleik við annan. Getur ekki hendið sér niður í mínútu, það helviti langt, sko. Nei, þetta eru 2. Ég myndi segja að venjulegur sleikur væri kannski svona 17 sekúndur. Max. Ákveður 17 sekúndur. Nei, það er ekki bara 2 mínútur rosalega 10, jafnvel 10. Langur. 1, 2, 3, já, 17. Nei, þetta er svona, sleikur 6 sekúndur. Solid 6 sekúndur. Hvað lengi að labba hringinn í kringu landið? Þú ert farin að geta á honum andlitið á 2 mínútur. Já, þú stæði 17 sekúndur. Já, mér bara svona, ég hef slumpað á þetta svo leiðu þú varst að tellja þetta upp. Þá er þetta, en ég meina það fyrir eftir hvernig sleikur þetta er. Er þetta vídeosleikur, er þetta bílasleikur, er þetta jamsleikur? Hvað er bílasleikur? Það er bara svona ef við værum eitthvað á rúndinum og það er ís og svo einn koss, eða er þetta á jammin okkur dansskóli sveittir og svona. Sko, að labba hringinn í kringu landi er samt ógeðslega mikið vesen. Það tekur örugglega mánuð. Þannig að þú tekur sleikinn? Nei, ég er bara svona spá aðeins, sko. Ég er náttúrulega með bullandi þursa líka. En þú myndir vantarlega grennast aðeins. Þetta er gott fyrir formið. Þetta er vont fyrir bakið. Safna pening. Svo reynibítur og seffi. Nú, maður getur verið að gera skoðinu leiðinni. Ég get líka alveg fengið áheiti við að fara í Slellan, sko. En sko, fyrir ég er að reyna að halda í vöðamassan. Að labba hringinn í kringu landi er ekki hjálpað mikið þar. En að ég hendi mig sleik og hjálpa bara. Ok. Myndur þú fara í Slellan eða? Já, ég tekur að sleik, sem helli ég mig. Einn fullur heima, reiður. Og bara gleymi þessu. Nei, reiður. Ég farið í sleik og Karlmann. Sveppa. Hvað var það lengi samt? 60 sek. 60 sek? Já, hræðilegt. Sveppa á drullu sæmi, sko. Hann var bara að byrja að káa mér og eitthvað, sko. Og ógæslegt. Ég hef nú alveg farið í sleik og Karlmann, sko. Þá er aðalega bara í, sko, einhverju tökum fyrir eitthvað. Þá erst að búa til eitthvað, sko. Já, við vorum ekki 2 heima í honum að fá okkur, sko. Þetta var fyrir 70 mínútur, sko. Þið voru alltaf búin með halva rauðin. Herru, ég ætla að vera sammála Agli aftur. Ég myndi að hoppa í Slellan við Hjöppa. Ég gæti ekki vera labbar hringinn í kringu landi. Það er ekki hægt. Bara við það, kæru hlustendur, hér eftir smá stund. Pétur Jóhann mættur aftur til starfa og við heyrum í honum eftir örskamastund. Hér kemur uppáhaldið mitt í dag. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Það er risapottur upp á 200 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Þú getur alveg grætt þótt liðið þitt tapi. 1x2 í tippum. Að kaupa í matinn hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir Krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Nikotinal Fruit er á 20% afslætti í ágúst í apótekum Livju. Afslátturinn gildir af öllum styrkleikum og pökkum af Nikotinal Fruit. Livja, lifið heil. Útsala á fersku íslensku grísakjöti í Krónunni. Lundir, rif, snitsel, hnakkar, gúllas og kótilettur. Krónan fyrst og fremst ódýr. Dreymir þig taco allar nætur? Láttu drauma þína rætast. Nú færðu ljúffengt taco á Serrano. Serrano. Fresh, happy, max.
Ef þú vinnur 100.000 króna innegnakort í lok sumarleiks Orkunnar kannski tækifæri til að drífa sig aftur að stað og heimsækja staðina sem þú þurftir að sleppa í ferðalaginu. Orkan. Ert þú búinn að sækja appið? Safran. Ágústtilboðin í 10.11 eru ekki í sumarfríi. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Úrslitaleikurinn í Borgunarbikarnum á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Happy Hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. FM 95 Blö með ykkur hér á FM 957. Við drengirnir búin að lofa að gamall starfskraftur sé að koma aftur til starfa. Hann mættur hérna í stúdíu, hann heitir Pétur Jóhann Sigfússon, eða hvað kallar þessa dagana? Pétur Jóhann. Bara Jóhann, ennþá? Já. Ég hef ekkert verið að breyta því sko. Nei, það líka mjög gott nafn. Pétur Jóhann. Svona hundur. Það hundur í honum. Já, það hundur í honum. Og virkilega gaman að fá því hérna aftur til starfa. Bara gleði og hamingja öll mín megin. Og við ætlum þú ert með nýjan dagskalið handa okkur á eftir. Já. Sem heitir, hvað, Stafróðið, sagði það? Við getum haldið okkur við það bara. Stafróðið. Spenntu fyrir því og svo ætlar að taka graðamannin líka. Já, stafarugl. Já, stafarugl. Gæti verið það. Stafarugl. Stafarugl með Pétur Jóhann. Já, Pétur Jóhann og stafarugl. En hvað að frétta annars að pjasa? Veist þú ert nú komin inn á að spjalla hans við? Það óbúrslega gott að frétta. Ertu ekki alltaf feskur? Jú, það bara, þú veist. Ég hef ekki oft hitt í fílu, en þegar þú verður reiður, þá verður þú mjög reiður samt, sko. Já, það mjög sjaldgæft. Það mjög, ég held ég að segja tvisvar á 14 árum. Já, þú veist, ef maður skrúar frá sturtu kannski og það kemur ískalt fyrst, þá ég brjálaður. Þú varst brjálar í leigubílum og leiðin á Pink í Östuríki. Jöðlar í veiður þá maður. Já, maður stúk hann var leiðilur. Þú ætlaðir út úr bílum. Hann vissi ekkert hvert að var að fara. Nei, við vorum að missa tónleikunum og Pétur Jóhann var bílaður. Ég hef aldrei séð svona reiðan. Búin að tína passanum með allt niður mig. Einu maður sem kendur honum þetta. Já, allt sem miður fór var honum að kenna. Já, en feskur, þú ert með skemmtur ykkur, þetta er ekki að plugga því svona áður fyrir mig dagskránina með rætti. Já, við þurfum ekki að plugga neinu hér. Hvað er skemmt aðeins kvöld? Stikisólmi. Stand up. Já, það er bara sýning sem hefur verið að fara með úr landin sem heitir Pétur Jóhann og Heflaður. Og bara vera á hótel Stikisólmi. Já, ekki. Þú ert á hótelinu á það. Já, hótelinu á. Já, sjálfsög. Herru, ég ætla að spyrja það núna, fyrst að þeir hoppið hérna fram drengitir. Ég er nefnilega með dagskölu eftir sem heitir Drepa, sofa hjá og giftast. Já. Og ég ætla að setja mig, þig og Sveppa í það. Hjá þeim. En nú ætla ég að spyrja þig, ef þú ættir að giftast einum, drepa einn og sofa hjá einum, að vera ég, Steindi og Egill. Hvað myndir þú velja? Hvað segirðu? Drepa einn, giftast einum og sofa hjá einum. Byrjum bara á hverju myndir þú giftast? Já, nákvæmlega, þetta er mjög gott hjá þér. Þú veist að því ég myndi giftast líklega, ég myndi giftast Sveppa. Nei, þetta er ég, Steindi og Egill. Ég hendi Já, myndi ég giftast Steinda. Ok, giftast Steinda. Hvern myndur þú drepa? Gils. Hann myndi sofa hjá mér? Já, allan daginn maður. Það er grínast. Herra, þetta er hressandi. Nei, ég alveg tala, finnst þið eitthvað skrítið? Ég er bara feskur sko. Heldur að Gils verið brjálaður? Nei, hann skilur mig, hann myndi drepa mig líka. Nei, ég held að hann myndi ekki drepa þig. Heldur ekki? Ég meina þú verður að drepa einhvern. Ég verður að drepa einhvern maður. Gils, það er yfir það. Ok, tökum förum í eitt lag, svo förum við í, hvort ætlar að byrja? Ætlar að byrja á graðamannum með nýjadagskalum? Það kemur bara ljós. Byrjum á graða. Sitt lítið. Já, eitt lag, svo förum við í graðamannum hérna með Pétri. FM 95 Blö á FM 957 og Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. Ég get ekki sagt nýjasti meðlumurinn en gamli góði er mættur aftur til starfa eins og við erum búin að koma hérna inn á í þættinum og það komið að dagskalið sem að ég er mjög skotin í. Ánægilegt sumarfrí að baki. Já, langt sumarfrí. Ég þurfti mikið á þess að halda. Já, þetta var reyndislegt. Þú tókst þér langt fyrir í? Já, mér fannst ég að skilið. Og ég var búin að upplefa svo mikla pressu einhvern veginn og ég er sammála því. Og þetta var bara, ég var nálægt í að missa vitið sko. En þú ert nú búin að kíkja reglulega til okkar og svona. Já. Þannig að það er eitt dagskalið sem er í miklu uppáldi, þú veist hvað það er græðamaðurinn. Það er græðamaðurinn, já. Já, og hvert vilt að þið hringi í dag? Hvað ætlar að gera? Bóndi, ég verð að fá bónda. Bónda? Já. Og þú varst að beða að ringi einhvað sem væri búið, þannig að ég var að finna sauðburð eitthvað ekki? Já, ef það væri atvinnuauglýsing, það sem er verið að auglýsa eftir einhverjum til að hjálpa í sauðburði. Já, sem er búið núna. Já, bara alltaf á vorin. Og er það að fara að gera graðamanninn graðan? Já, það getur verið, já. Ok, ég er með númerinn að tjekka maður. Ertu tilbúið? Já, ég er tilbúið. Já.
Já, góðan daginn. Já, góð dag. Herðu, ég að ringja á svona út af starfi sinns á auglýst þarna. Nú? Í bændablaðinu. Hvað starfðu það? Er þetta ekki Þorsteinn? Jú. Já, verður að auglýsa svona eftir í sauðbur og eitthvað svo leys. Já. Og þannig að ég bara, mér vantar að vinna, sko. Já, það er lungu búið. Hvað segirðu? Það er lungu búið. Það var hérna í mæ. Ertu búin að ráða í þetta? Já. Þetta er alveg ekta ég maður. Alltaf á seit maður með allt. Og er sauðburinn búinn eða? Já, það er langt síðan. Djöfisins fíbl geti verið maður. Nú meira djöfisins fíblið. Þetta er náttúrulega góðu. Hvenær var þetta búið? Það kláraðist í mæ. Mæ maður. Tjóðlega langt síðan. Já. Já, allt og seitt. Allt og seitt. Já, allt og seitt maður. Þetta er alveg. Ég er nú meira helvítis fíblið. Svona er það. Það er ekki stafsendingur hérna. Finnst þér ekki algjör hálfviti? Nei. Finnst þér ekki? Nei. Ég er það samt sko. Þetta er alltaf svona, ég er alltaf allt og seitt með allt. Já, svona er það. En það er svona. Kannski næsta ári. Hvað segirðu? Kannski næsta ári. Næsta ári, já. Líður ekki og seitt líka þá? Það má alveg það. En finnst þér ekki bara að vera fíbl? Nei. En finnst þér, ég menna þér fannst ég vera allt og seitt. Þetta er búið eða ekki? Sauðburinn er búinn eða ekki? Sauðburinn er búinn eða ekki? Jú, hann er lengur búinn. Hann er lengur búinn og þá er ég fíbl. Nei. En það að segja að ég sé fíbl? Nei, ég hef engan á að segja það. En það að segja ég sé algjör kjáni allavega að hringja svona seint. Nei, þú ert best að gæði. Verða svolítið óþekkur. Nei. Þið finnst ég óþekkur að hringja svona seint eða ekki? Nei. En það að segja ég sé óþekkur. Þú hringir þú seint þarna strák gemlingur. En það að segja það. Nei, ég hlýtt að segja það. Akkur það hringir svona seint? En það að segja mig. Nei, nenni ekki. Bara einu sinni. Þú hringir í allt og seint. Nei. En það að segja bara, þú veist. Það verður betra að hringja aðeins fyrr. Það er margir mánuði linnir. Já, það er langt síðan. Já. Það er langt síðan þetta á búið. Já. Segðu það að sé allt og seint. Segðu það að sé að hringja allt og seint. Hvað? Ég er búin að skella á. Hvað? Ég veist þessi ruggli er þetta maður. En myndu, var þetta græðumari sem vill hann vill bara hann vill að það rakka sér niður? Já, sjálfsögðu vill hann það maður. Ringir allt og sent maður, helvítis rugglir í tíða maður. Þetta er löngu búið og þá myndi hann bara þetta er búið. Já, þú fegst það, þú varst að bíða til þetta er löngu búið. Ég En hann vildi ekki segja við þig, þú væri á sent. Hann vildi ekki spila með maður. Nei, þetta var græðumarinn og ég hef búin að sakna hans og segi mig þá hlustendur líka held ég að ég elska hann að karakter. Við þennan út af státt Forever Young. Við verðum ekkert að þróskast, drengirnir. Það er sem við erum félagarnir. Vona ég. Forever Young. Yes. Pétur Jóhann er nú ekki alveg búinn. Hann er með einn dagskvöld viðbót hér á eftir. Splungun í hann dagskvöld sem hann kallar stafrófið. Hann ekki missa því. Steytist líka í sturglaða staðrendir og fleira. Já. En ég er með dagskvöldið núna. Það komið að mér. Það komið að mér núna. Já, spurningakeppnin. Nýji dagskvöldurinn minn. En þetta er alltaf búið að vera eitthvað svona þema hér. Hvað er það þemaði núna? Já, nú var ekkert í gangi. Það er ekki gleði í gangi á morgun. Það er ekki þjóðatíð eitthvað. En ég bara ég veit að hendi eitthvað. Já, byrjastu bara með einhverja spurningakeppni. Hvað ætti ég að gera? En það lítur að vera ekkert koncept eða? Jú, þetta er King of Partying núna. Fyrst var King of þjóðatíð, síðan var King of Gay. Ég er búin að vinna báðar. Já, og nú er King of Partying. Hver af ykkur hefur partíða meiri gegnum æfina? Já, ég sko, Egill, horfðu í þessu augu. Ég veit, það er reynsla. Út álúri fyllibitta. Það helst ekkert í hendur að vera partítýr og fyllibitta. En áður þetta fór eitthvað illið, þú ert alveg fyllibitta. Það er ekki það sem við erum að fara að keppi í. Við erum að fara að keppi í hver er partíkýr. Það er líka svo ljótt orðið eitthvað segir bara, já, það er eðal fyllibitta. Nei. En það er ekki komplimentur. Það getur ekki sagt þetta í beinni útsendingu. Hvað er alveg? Hirtu þau? Byrjum að því allavega ítu á The Button. Byrjum að því. Ít á The Button. Hvað button? Hvað þurruglega? Hvað er komið trailer fyrir þetta? Bleika þarna.
Nei. Ertu búin að hendi í trailer fyrir þetta? Ég hendi í trailer. Trailer spurninga kemur ekki. Hann 2 mínútur. Ekki séns. Þetta 1:42. Það hefðbundi trailer að lengt. Nei. 2 mínútur. Nei, þetta er trailer á að vera svona 15 Þetta er náttúrulega jafn langt og heilt lag bara. Og hvenær hendur í trailer fyrir þetta drast? Ég veist ekki eins og þetta verið í dag. Kom ykkur félagunum óvart. Ég og Peter Velmy Anderson, við græðum þetta. King Peter Velmy Anderson. Ég nenni þess ekki. Akkur ekki? Af því hann alltaf langur. Alltaf þegar ég kem ykkur óvart, hér því líka metnaði í starfið mitt og gerir trailer, þá kvartið, alltaf. Verður ekki að spila hann trailer? Sjálfsögðu. Ok, tjekka maður. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. Þetta eru ekki fyrir spurningakeppni. I'm gonna ask a question. Leðanum að njóta sín. Þessi trailer er greinilega undir miklum áhrifum frá Mosquito og Lækkaði stendan. DJ Alligator. Hvað er hann búinn það? Hann hlýtur að vera með. Þetta er bara versta sín, heyrt. Hann hlýtur, er hann búinn eða? Já, mér heyrist það sem betur verið. Hann var ekki með 1:42. Hvað var að gerast þetta? Nú er ekki Þetta er alveg svo Sucker My Lollipop og Balloon Song og Mosquito. Horfðu nú beint í augun á mér. Þessi trailer verður aldrei spilað rættur. Aldrei. Þetta var viðbjóður. Þetta var þessi dagskrálið ekki komin til að vera. Þú varst bara að tala hérna, sagði bara question og answer. Þetta er spurningakeppni. Já, ok, hvað var með hana? Já. Vá, hvað þetta var vant. Geturðu haft- Ég byrð bara án grís, ég byrð hlustendur afsökunar á þessu. Getur þú haft eitthvað svona partytóli stundur, þetta er spurningakeppni hver er meira partydýr. Já, ok. Hver er meira fyllifrétta. Herru, byrja þetta. Getur þú sett undir eitthvað? Já, hvað er partylag? Hvað er partylag? Settu bara eitthvað Guetta playlist á eða eitthvað, ekki að flækja þetta. Ok, menn til. Og þetta er 15 spurningar. Ok. Og Steindi, þú er drullaði í öllum keppnum. Það er bara reyndar alls ekki satt. Ég átti að vinna þjóðatíðar keppna, alveg klálega. Og núna síðast með keppna, það muna einumsti. Ok, þetta er mjög einfalt. Þið svarið, ég spyr þið svarið. Hvað er það margar spurningar? Svo var í trailerum. Já, ég svarið í þessum frábæra trailer. 15 spurningar? Nei, það er ekki 15 spurningar, það er alltaf mikið. Nei, hefur þið fengið þér ískalda bjór? Já. Hvers konar þú veist það? Þú byrjar alltaf að gefa okkur sikur 60. Hefur þið fengið þér vodka í Red Bull? Já. Ívar Guðmunds. Fyrstu 6 spurningarnar er alltaf algjör óþá. Já. Nei. Hefur þið drukkið 3 daga í röð? Já, þjóðtíma. Já, ég gert það. Þetta segir sjálf, segir bara strax já, þetta er ekki flókið, sko. Hefur þið verið hent út af skemmtistað? Já, mér hefur hægt út. Já, því miður. Það er langt síðan. Það er ekkert það langt síðan mér hefur hægt út. Já, tvítur, held ég. 4-4. Sportkaffi. Já, það er langt síðan ég er svipað gammal, sko. Var það ekki síðustu helgi bara? Nei, það var ekki síðustu helgi maður, bara langt síðan að ég er svo tvítur. Ég með þess að maður mér var hent út af sportkaffi og nýbúin að kaupa með svona gráan frakka í Herra Hafnarfirði. Og hann var ógeðslega skítuð þegar mér var hent út. Var þér þrykkt út, bara bakið? Nánast. Rúllar eftir götuna? Ekki alveg, en þetta er einhvað sem ég vil ekkert fara út í. Næsta. Hefur þú hægtir á skemmtistað? Nei. Steindi, þetta er svo. Já. Þú er hægt að skemmta. Já. Ég er ekkert að ljúga því, það er bara ekki gert, ég geta ekki. Nei, ég verður að heima með mér eitthvað. Skemmtistað, sko, ég hef ekki gert það á skemmtistað. Var þér hent út að skemmtistað síðust helgi? Nei, ég sagði það ekkert maður, að sjálfsögðu ekki. Þú hægt er á skemmtistað? Ég hef hægt mér á stað sem selur áfengi. Já, eðlilega. Hefur þú verið fullur á kasínói í Vegas? Já. Nei, þú veist að ég hef aldrei farað þangað. Þannig að þú ert enn og aftur að gefa upp það sigurinn og mér líst ekkert hvert þetta er að fara. Ég fengi með 2 þar. Það er 5-5. Hefur þú verið fullur á Benidorm? Já. Já, því miður. Og ég bara stað, mjög vandar. Ekki dæma Beni. Jú, ég dæmi Beni. Beint úr brekkunum til Benidorm. Hefur verið ógæðslegasti staður á jörðinni. Nú voru komin að spurningu 8. Hefur verið fullur á Snekkju? Já. Nei, ég hef ekki gert það. Þú veist að ég hef ekki gert það. Sko, þetta er nákvæmlega samanverðum. Ok, nú er ég að fatta þetta. Nú veit ég hvað er að gerast. Þetta er svolítið svona the joke is on me. Nei. Akkur þetta er bara að spyrja ykkur sem hann, þú veist að hann hefur Hvernig ég veit þú er ekki farið á Snekki? Þú vissir að ég hef ekki farið til Vegas. Ég hef ekki hugmynd það. Nei, ég vissi það ekki. Vissir þú það ekki? Víst, ég hef oft búin að segja ykkur ég hef aldrei farið til Vegas. Ok, spurning 9. Hefur þú hellt yfir þig kampavínu á jamminu? Já, eða svona þú veist Helti sjálfur yfir? Já, bara tekið flöskuna heltin yfir. Nei, en ég hef sullaði yfir mig kampaðinni. Óvart?
Við getum sagt, ég hefði svona... Ertu ekki búin að tapa þér og byrja að hella kampæninu sjálfur yfir? Já, ég gerði það náttúrulega ekki, þú veist, ég var samt ekki að steitast mikið á móti. Ég var bara með, þú veist, ég var bara... Þú heltir yfir þig bara? Já, ég helti yfir mig, hálfstig. Þetta byrjar að ljúga stigum aftur. Nei, ég helti yfir mig, ég hef helti yfir mig. En ekki... Það er 7-7. Ég fór ekki nefnir nýjan og tók flöskuna og sturtaði mig, skilur. Ég var bara með glas og helti yfir. Þetta er spennandi. Hefur vaknað og fyrsta sem þú færðir er áfengi, daginn eftir jam. Æ, nú er þetta að byrja að hljóma illa. Já, ég hef gert það líka. Þetta er hrikalegt. Þetta er svona vestló, þetta er ekkert venjuleg helgi. Þetta er bara virkilega venjuleg þriðjudagur þér. En sko, erum við að fara bara í svona? Nei, þetta er nokkuð spurningar eftir. Hefur þú fullur baka sjoppu eða fyrir utan sjoppu? Já, ég hef ekki verið fullur fyrir utan sjoppu. Engi sjoppu á Sauðárkróki eða eitthvað? Já, við höfum bara ekkert að djamma þar. Það er svoleiðis? Já, ég held ekki. Ok, það er Steindi komin inn í líf. Ekki fara að reyna að stela ykkur stíðan? Nei, ok. Ég er komin yfir það. Ég er ekkert að djamma fyrir aftan sjoppur eins og þú með krökkunum í Mosfellsbæ, sko. Og í fyrsta lagi, ég vil ekki eins og vinna þessa keppni. Það eru 4 spurningar eftir og Steindi með punkt á þig. Já, það er 8-7. Hefur það þambað dræ vodkastöp til að koma þar almennilega í gang í jamminu? Þannig að það ægir þú svo leðilegur eil. Já, ég hef gert það líka. Sko, þetta er... Þú hefur gert það líka. Þetta byrja að hljóma hræðilega. Já, þetta hljómar ógeðslega. Hefur verið fullur með einhverjum af eftirtöldum? Það er þetta krökkum að hlusta hann þátt, sko. Já, þau skilja þetta leikur. Hefur verið fullur með einhverjum af eftirtöldum? Ronaldinho, Messi eða Lampard? Þú veist að ég hef ekki gert það. Þú veist það. Nú ert að gefa þetta stig því að hann hefur gert það. Ég er bara með eðlileg spurning. Þetta er ekki eðlileg spurning. Eðlileg spurning? Það er eðlileg spurning að setja að tala um einhverja mjög fræga fótboltamenn í Englandi. Þetta er bara spurning, þú segir bara já eða nei, þetta er ekki flókið. Já, ég segir blöð já. Það er 10-10. Hörru, þetta er ótrúlega, það er 2 spurningar eftir. Hefur verið fullir 2 daga í röð en samt með konu, barn og hund heima? Ég verður að segja nei við hestarni sem betur verð. Ég vil ekki gera það. Við líkum fáið þetta. Það er aðeins. Svaraði manninum. Var ekki bara síðast að þjóðtíð það er? Já, ég hef gert það, já. Það er 11-10 hérna og það er 1 spurning eftir, maður sjá. Hefur þið fengið flöskuborð á austur eða B5 og setja þar svo kóngur og held í þig? Steindi vann þessa keppni. Hei, til að hafa ekki með jammana. Nei, ég er ekki viss ég. Að borða úti hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna. Hello Iceland, it's your boys Ray Shrimmer. We're gonna catch you on August 27th. You know what I'm saying? We're gonna pull up. It's a party. We want y'all to come see us, come turn up with us. We're gonna see y'all in Reykjavík. Ray Shrimmer á leiðinni til landsins. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Sena. Frá leikstjóra Training Day og The Equalizer. Southpaw, Jake Gyllenhaal, Forrest Whitaker, 50 Cent og Rachel McAdams. Komin í bíó. Karfa, keila, kúla, karate, knaspirna, kraftlyftingar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Langar þig í eitthvað gott? Komdu í mat í IKEA. Í ágúst færðu ljúffenga Royal kjúklingabringu með parmesanolíu, franskar, hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Ég var beðinn að segja ykkur frá því að grillhúsið verður opnað í Borgarnesi. Það eru þetta bara æðislegu matur eins og allir vita. Annað verði ekki. Allir, bæ. Grillhúsið Borgarnesi. Stoppaðu. Það er risapottur upp á 200 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu en á næsta sölustað fyrir klukkan 1 á laugardaginn. 1x2 í tippum. Hinn eina sanna útsala í Elko er núna. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Elko, einfallega lægra verð. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is.
for Love. Ágætislag, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson með ykkur til 6 í dag og það styttist í Pétur aftur. Nýr dagskrárlið frá honum eftir smástund. Akkurat. Sem er spennandi, en það er komið að dagskrárlið sem er svona tiltölulega nýra nálinni hjá okkur og heitir Giftast, drepa, sofa hjá. Já. Svona gamall og góð bílaleikur sem að flestir ætti að þekkja. Þetta er helviti óþægilegu leikur. Sérstaklega svona í beinni útsendingu. Setjum líka allt einhvern upp sem við þekkjum og svona. En núna er það er ekki hægt að kalla þess að menn vinn ykkar, drengir. Nú spyr ég, þetta giftast einum, sofa hjá einum og fara með einn upp í sveit eða lóunum. Hvað myndi ég gera? Þetta er Bubbi Mortens, Helgi Björns og Bó Halldórs. Vá. Því líkur hópur sem vorst að henda þarna fram. Já, það þarf að giftast einum, sofa einum og drepa einn. Já, ég ætla að hafa mig Svepp og Pétur en svo myndi ég að Sveppi og Pétur hafa verið í þessu áður. Já. Ég langar ekki að drepa þetta þessum sko. Nei, það er... Hvað, vildur þú drepa síðast eða? Nei, en oft sé maður eitt svona sem maður sé strax að alltaf drepa hann kannski. Þú ert enda búin að vera helviti kaldur í þessu. Ég sé engan hann svona fljótu bræðir sko. Nei, þú ert búin að vera fljótur að senda menn upp í sveit samt í þessu leik. Já, ég get ekki drepið Bubba. Nei. Við erum góðu félagar. Ok. King Bubbi. Og ég mjög hrifin að Helga Björns líka og Bó. Þetta er ekki hægt sko. Þetta er mjög erfitt sko. Þú ætla að byrja þér, hverjum ætlar að giftast Steindi? Ég og Helgi erum náttúrulega alveg, við erum mikli vinnir. Ég held að hann væri samt erfiður í hjónabandinu með þér. Helgi? Já, Helgi. Ég veit það ekki, við varum bara að fá okkur einu og eina rello og bara slakir sko. Já, kannski. Smá hesta Já, hann myndi bjóða bara hestbak, ein Kelly kannski. Þú ætlar að giftast Helga? Opna flegin. Sko, ætlar að giftast Helga Björns? Ég er bara að fara yfir þetta sko. Bubbi er náttúrulega rosalegur, það er toppnáðingi. Hann myndi ráða öll á heimilinu á þér sko, myndi pakka það saman sko. Það er fátt skemmtilega að rekast á Bubba hérna neyri vinnu til dæmis. En ég held að hann gæti verið svolítið erfiður í sambúð. Já, bara hann veit hvað hann vil. Það fer svolítið fyrir honum. Hann veit hvað hann vil sko. Er hann ekki bara veiða og Ég veit til þess að hann er ekkert í rallís til dæmis. Nei. Plús líka hann drekkur ekki og þú tvillir betta. Nei, ég hefði ekki verið að segja. Það komur í ljósið á hann, mann stjammar hann. Við verðum að passa okkur aðeins. Þetta er ekki hægt. Við erum bara óskæð til að hafa. Já, takk fyrir það. Björgvin Halldórs. Egill, ok, þú ætlar að giftast. Byrjum bara að giftast, hvað tekur þú Steindi? Ok, ég ætla að giftast Helga Björns. Egill, hverjum ætlar þú að giftast? Ég ætla að giftast Hóli B. Það er bara ég ætla að drepa Bó. Ferð beint í trefi. Ég var að segja þetta rétt á. Hann er svo fljótur að senda menn upp í sveit. Nei, ég þarf strax að útiloka einn hann á. Þetta er bara 6 fet undir strax. Ég var Bó að hlusta, við ekki vendu þið samt. Topp maður. Fílíku meistari. En ég þarf að drepa hann. Ég þarf að drepa eitthvað. Og ég held að Helgi Björns sé að madman í rúminu. Ekki, akkur þarf að gera alltaf leiki óþægilega maður. Steindi, hverjum ætlar þú að sofa hjá? Svo við sleppum magla hans. Sko, ég ætla að giftast Helga. Ég er búin að koma um það. Það er komið á hreint. Ég held að... En hvað er það að senda í sveit? Ég held að ég og Helgi getum verið að fungera mjög vel saman í... Það er allir búin að ná því, þú ætlar að giftast Helga. Í svona kannski 70 fermetri íbúð á Njálsgötunni. Þú ert að drepa einn, hvað tekur? Ég myndi sofi á Bubba og senda Bó upp í sveit. Allir báður að senda Bó upp í sveit? Já, toppnáðingi, hann er rosalega toppnáðingi. Er það gullvagnir sem er að trufla ykkur? Nei, ég held bara að Bubbi getur verið sanngjarn í rúminu. Þetta er bara 3 mjög erfiðir valmöguleika blöð. Þetta er mjög erfitt, hvað myndir þú segja? Ég er að spyrja ykkur. Sko ég tæki klukkutíma með Helga Björns. Og giftast Bubba? Já, því að Bubbi er með sömu áhugamál. Við elskum bodybuilding, báðir. En þú veist hann er sköllóttur? Við elskum góða veiði og við erum svona elskum útiveru. Þú ert alltaf að gera lítið og sköllóttum. Alltaf að giftast einu svo. Hann er satt svona, þú veist, hann skafar sig. Hann er kaffibrútn og tekur sköfuna. Þú veist, hann er ekki með hana, þú ert með þetta kiwi-koncept. Bubbi er ekkert í því, sko. Ok, hvað var það hjá þér? Það er, já, Helgi Björns, ég og Helgi Björns myndum. Já, giftast, þú ert að sofa hjá Bubba. Já, glæsilegt. En þú sjálfur? Ég veit það ekki. Það væri gaman að heyra. Hvað drepur þú bara? Þú segir bara, hvað drepur þú? Þú þyrftir að velja einn, upp sveit. Já, við getum ekki allir drepið Bó. Þannig ég ætla að halda honum á lífi. Já, staðfest. Hvað drepur þú? Á FM 957. Sælliti. Nei, sæll ettu. Sælliti. Æ, sæll ettu. Já. Pétur er mættur hérna til starfa, eins og áður komið fram í þessum þætti og fullur, já, þú ert þar eitthvað metnaðri, þú segist þér með nýjan dagskrárlið. Já, ég sko hann hérna, já. Og hvað heitir nýjan dagskrárlið? Þú sagði samt að þetta væri eiginlega bara vondaði, eða hvað er þetta? Hann heitir bara, já, það er bara mjög gott að halda sig við vondaðatið. En þú varst eitthvað að tala um Stavró? Já, þá, við höfum gert einu sinni, ja, við höfum gert mörg
mörg vond öt. Já. En af hverju stafróð? Af hverju ætla að kalla þetta stafróð? Hvað er það? Bara því að ég ætla að leika mér aðeins með stafina. Leika mér með stafi og íslensku. Hvert að ég að hringja? Einhverja búð sem að selur svona bassamagnara og svoleiðis. Ég held ég veitur strax hvert þú ert að fara. Hvað, akkur? Þegar bara við erum einfaldir menn. Nei, hvað? Hvað, ertu búin að lesa í mig strax? Stafróið? Já. Bassamagnari? Já. Ég held ég veitur hvert þú ert að fara. En ég skal hringja þetta. Nesta radio. Já. Ertu tilbúin? Nesta radio, góðan dag. Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Þið eru að selja þarna bassamagnara, er það ekki? Jú, við erum að því. Hefurðu velt einu fyrir þér? Hverju? Ef þú tekur orðið bassamagnari. Já. Og tekur B-ið af, sem er fremst, og setur R í staðinn. Hvað ertu að koma með þá? Nú ætla ég bara að leggja á, þakka þið fyrir að hringja. Eina sem ég sagði, hún vildi ekki segja rassamagnari. Hvað? Þessi nýju dagskali. Mér langaði það. Hvað ertu með þá? Þá vildi ég fá rassamagnari. Eina sem ég vildi fá. Akkur geti ég ekki fengið það sem ég vil? Prófa annan númer. Annan númer með. Ég fíla nýja dagskaliðin, Pétur. Ég elska þú kemur fullur af metnaði til starfa. En hann byrjar ekki vel. Ég viðurkenni það. Hvað er það? Hljómsýn, prófa það. Já. Nesta radio, hún var ekki sáttið. En hún virtist fatta hvað varst að tala um. Já, hún leið og hún fattaði ég baði hann að setja R í staðinn fyrir B. Það bara, þeir eru nú alltaf að leggja. En ég fæ aldrei neitt til að segja rassamagnari. Hljómsýn, góðan dag. Já, góðan daginn. Þið eru að selja þarna bassamagnara, eða ekki? Bassamagnara? Já. Nei, ekki beint hvernig bassamagnara þetta leið. Bara bassamagnara í bíl? Nei, það hefur ekki til lengur. Það voru með svoleiðis. Það er orðið. Hvernig bassamagnara þetta með? Það er langt. Það er ekki neina sérstaklega bassamagnara, ekki neina bara bassamagnara í venjulega heimlist hljómtækjum, sko. Já, ok, en þannig að hefur þú pælt í einu? Já. Ef þú tekur orðið bassamagnari? Já. Tekur B-ið sem er fremst, tekur það á og setur R í staðinn. Hvað ertu með þá? Það ertu með mjög svipaða magnara. Nei, það ertu með rassamagnara. Já, það er sama svipað hljóð. Hefur þú pælt í þessu? Nei. Aldrei. Hvernig er rassamagnara? Ég myndi halda að svona magnara þetta getur fengið í heimilistækjum. Rassamagnara? Já. Já, ok. Þeir að vera að flytja svo inn að svona bíla hljómtækjum. Já, ég tekka því maður. Já, ég myndi aðtúa þá, það er svona hvað dettur í hug. Maður veldi fyrir hvernig þetta lítur út, rassamagnari. Já, ég ætti náttúrulega bara að þetta er mjög flati funni magnara, sko. Já. Ég vil setja undir sæti, þannig að þetta finna ekki mikið fyrir þessu. Já, það verður ekki mikið fyrir rassamagnara. Nei. Það er ekki að segja það. Það er ég tekka, hvað sagði þetta veri? Olsson? Heimilistæki, Olsson líka, já, Olsson með Pæjón, það getur vel verið að þeir sé í eitthvað svolítið líka. Pæjón er rassamagnara. Það er gott mál, takk fyrir þetta. Gjör svo vel, blessaður. Þetta er ekki alveg, þetta er ekki eins og ég bjóst við. Þóima, hann var bara farin að tala um eitthvað flata rassamagnar. Það var svo almennlur. Já, mjög almennlur. Þetta var dagskalinn og hann ætlar að taka þetta í allan veturinn, Pétur, og hann kallar þetta stafrófið. Ég veit það ekki. Hvað er það næst ef að bassamagnar, hvað ferði næst, bara svona fyrir hlustendur? Bassakeila. Bassakeila? Nei, ég veit það ekki. Eða kassagerðin. Það er gaman að hringi í kassagerðina með. Við tökum kassagerðina næsta fyrstu dag. Tökum káið af og þetta með rassagerðin. Akkurat, þetta er stórkostlegt eins og við sögum, þetta er eiginlega vondatið en hann kallar þetta stafróðan, Pétur. Þetta er bara mjög gott að. Þetta er bara aðeinslegt. Eftir 957 og Brooklyn Bar og Bistro bjóða í alvöru hambúrgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig þar sem getur átt möguleika á að vinna þér en hádegisverð á Brooklyn Bar fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hádegisverðarveislu. FM 957 í samstarfi við Brooklyn Bar, Austurstræti 3. What's your name? 47. I'm an assassin. We were part of the same program. Hinn fullkomna drápsvél. Name is Agent 90. Time 43 versions better than you. Byggð á tölvuleikjunum vinsælu. Hitman, Agent 47, frumsýnd 19. ágúst.
Ostborgari, franskar og gos vekja hjá mér sjaldgæft bros. Eða pilsa með öllu prins og kók. Og verðið, það hálfgert jók. Vildarklúbbur Eymundsson býður námsmönnum og foreldrum fastan 5% afslátt af öllum vörum og frábær sértilboð á skólavörum og ritföngum. Lesum saman. Pennin Eymundsson. Allt frá handbolta til hestaíþrótta. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Grillhúsið. Við grillum ekki hús, nýja bíla, bara góðan mat. Grillhúsið, vatnið í munninum mínum. Feiti Elvis var ekkert verri Elvis. Ræður þú við eitt Elvis-style? American Style. American Style. Síðustu ferðir til Mallorca 11. og 18. ágúst á aðeins 9.900 krónur með tösku og flugvallarsköttum. Af hverju ekki að skella sér í smá sól og bóka flug heim til dæmis í gegnum London eða Barcelona? Kynntu þið málið á Facebook síðu Plusferða eða plusferðir.is. Fötin í skólan fást hjá okkur. Next Kringlunni. Hagkaup opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi, Akureyri og Spönginni. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Við elskum að búa til hamborgara. Það sem okkur dettur ekki í hug. Fylgstu með off-menu borgorunum okkar á Facebook. Roadhouse. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Það ætlar að hækka vel í því. Ná, greinlega hætt með görðum. Samt í lagðuna. Flott hjá henni. En það styttist hér í Sturlastafndi. Ég ætla að minna á að Josh Blue, hann á leiðin til landsins, þessi stand-up grínisti og verður í Háskólabíó 4. september og miðasala hefst á miði.is á þriðjudaginn. Þannig að endilega tjekkja á því. Josh Blue. Og ég er líka með kveðju. Ég er með Pep kveðju. Ertu með? Já, á Daniel Frey. Okay. Sem fekk blóðtappa réttur í þjóðatíð. Er á Grensás núna. Já, okkar maður. Hann er að hlusta. Já. Og hann er að hlusta og við erum að gefa honum smá pepp hérna. Ekki spurning, takk á þessu drengur. En það er komið að Sturlunum staðrendum og ég veit hvað margir hugsa núna. Sturla staðrendur, klukkan að vera 5:30. Það er bara búið að vera svo mikið að gerast í þættinum að ég hef ekki komist í þær. Okay. Já, þannig núna er kannski einhver sem nær bara þættunum frá 5:30 til 6 en hann keyra heim. Við erum aldrei heyrt Sturla staðrendur. Nei, virtasti og elsti dagskrárliður frá upphafi. Eina sem bögg með Egil hættur að segja yes þegar ég fyrir hann. Ég segi alltaf yes. Ég veit það. Mjög ánægð með hann. Egil, til í það? Já. Ok. Þið tilbúin kæru hlustendur? Já, þá byrjum við. Karlmenn Það er leika hlustendur. Já. Það er mjög kært. Karlmenn eiga léttara með að þaga yfir leyndamál en konur samkvæmt Sturlum staðrendum. Aha. Það er bara staðrend. Það er bara árið staðrend. Þá spyr ég, eru þið að þaga yfir mörgur leyndamálin, drengir? Já, ég er nefnilega stút fullur af leyndamálum frá alls konar fólki sem ég ætla að taka í gröfuna. Það er svo droslegt í hvaða leyndamálið er, sko. Já, en ég samt, sko, ef ég ætti að treysta einhverju manneski fyrir leyndamáli, þá myndi ég velja Marju, systir mína. Hún er kona, en ég get ekki verið sammála þessu. Nei. Það leggur undir tækningar hana. En þú getur treyst mér líka og Agli. Já, ég myndi treysta þér frekar en Agli. Missið þú litið út þér? Það er bara eftir því hvað það er, sko. Þess að Rikki G kom að vinna saman í sportunum og hann kom til minni skrifstofun og sagði mér að þú veist, hann var að horfa á... Já, hættu ekki vera að fara í það hérna, Egil. Við höfum ekki að fara í það, hvað segja? Hún lappaði inn og hann var að horfa á eitthvað, skiptir ekki máli. Hvað var að gera það? Ég hef ekki hitt þetta. Nei, þetta ætlum við bara að sleppa, ég ætla bara að gera það fyrir Rikka. Var ekki inn í einhvern búningsklefa að horfa á eitthvað? Nei, hann var ekki inn í einhvern búningsklefa. En eigið mörg leyndamál, Egil? Já, ég ekki allir eitthvað leyndamál. Já, ekki. Það ekki svolítið. Jó, það verður að vera svoleiðis. En sko, maður ásamt fá leyndamál sjálfur einhvern veginn. Maður er svona meira svona bara... Er þú að þaga yfir einhver leyndamál um mig? Já. Ég er að hugsa eitthvað. Nei, ég veit fullt af leyndamálum með þig. Já, ok. Ég geti gengið hérna út og eðilagt lífið. Kanntu þá, kottar einhvern. Slettu því. Legðu frá það bjórinn. Næsta. 90% fólks hefur búið til samræður í haustnum með aðra mannesku sem verður svo aldrei af. Og mér finnst þetta skemmtilegt því að þetta hef ég gert sjálfur. Já. Ég hef til dæmis verið búin að plana bara eitthvað samtal við, segjum eitthvað stelpa sem er skotin í eitthvað, búin að sjá fyrir mig hvernig samtalið á að fara, svo byrja ég og gleymi helling sem ég ætla að segja því að hún er ekkert að svara eins og ég held að myndi svara. Hvernig sást þetta fyrir það? Myndi lappa í slow motion og segja einhver inn á línu og hún myndi alveg bara... Nei, alls ekki. Nýja myndi gefa sig og... Nei, já, einmitt, það var það sem ég held. Ég myndi lappa í slow motion og nýja myndi gefa sig. Ég er bara snærið náttúrulega konu og tvö börn.
En hafi aldrei nefnt í þessu, þeir eru búin að búa til svona samræði í hausnum með eitthvað svo gerist Jó, maður heldur kannski ofta eitthvað svona, maður rekst á okkur, bara svona, já, við erum kannski að fara að spjalla þetta og svo bara ferða kannski alltaf rátt, ertu ekki að tala um það? Nei, ég er að tala um að, ok, segjum að þú ert að fara að hitta yfirmanniðin og þú ert búin að bara negla, herru, ég ætla að fá, já, skilið kauphækkun og ég ætla að segja hann makkur, en svo gerist það ekki. Já, einmitt, jú, alveg pottit. 90% fólks, Egill þekkir þetta, kannastu við þetta? Já, ég er ekki frá því. Ok, bara kvenkins moskító bíta. Hvað segir það? Karlkins moskítoflugur bíta ekki, bara kvenkins. Já. Þannig að ef þú ert bitin af moskító, bara a lady. Ok. Svo er það næsta, mér finnst þessi svolítið skemmtilega líka, kólkrabbar. Já. Þeir búa til garða hjá sér og skreita. Þeir sækja dót og... Já, þetta ykkur að litla svona álfa og garðálfa og... Nei, þeir eru svona skeljar og eitthvað sem er í sjónu. Já, þú veist ég gera fínt, sko. Já, hvað er hann að fá garðan? Ég var ekkert að gera ráð fyrir að myndi bara orfa túnið hjá sér og setja álfi. Þeir skreita bara eitthvað sem er nálægt. Já, eiga ég eppil gæludýr. Það stendur ekki enn. Þeir skreita garðin sinn. Já, ég er gaman að þessu kólkrabum, helviti gaman. Já. Þetta eru hressir þessu kólkrabum. Þetta er eitthvað sem að skoða, maður lærir á þessu. Það er vitað þetta. Nú veit ég það, mjög ánægð með þetta. 10% fólks er með kynlífsfíkn í heiminum. 10%? Já, ég myndi... 1,10. Er það ekki, ætla að segja ekki bara herri brosta? Nei, ekki samt að það sé allir spólgraðar ógísleir í dag. Já, það er ekki að sama að vera graður og vera með kynlífsfíkn, sko. Nei. En svo, veist, ég myndi ekki segja að þú verið fíkill þó og sett nett grædupatta, sko. Ég? Við erum að nefna þessu aftur. Við vorum ekki alveg búin að taka fyrir þetta. Nei, endur ég að hjálpa, ég er að segja að þú ert ekki fíkill. Nei, en sko... Nei, hei. Þetta bara backfire á mig. Þetta bara skeita hjá mér að bringa þetta upp. Hérna, já, ég haldi bara á hann. Þú ert ekki fíkill. Það er næsta. Það er mjög skemmtileg. Bruce Jenner var maður síðast til að Falcao skoraði deildarmark. Já, það er sturlu staðrið. Það er gaman að þessu. Hann er kona í dag. Hann er kona í dag, já. Hann er búinn að fara í aðgerð á allan pakkan, eða? Bara ákveðlega hugguleg kona, nei ekki. Er hann hugguleg kona? Má ég svo, ertu með Google opið hérna eil? Já, mér veist ekkert eitthvað. Mér finnst það bara alltaf hugguleg kona? Já, svona. Þetta er náttúrulega bara skulum ekki sleppum þessu bara fyrir mér næsta. James Cameron var heimilislaus þegar hann skrifaði handrita á Terminator. Hann seldi það fyrir $1 með ákvæðum að hann yrða leikstýra henni og þannig sló hann í gegn. Ok, hann seldi handrita á $. Já, en það var ákvæð að hann myndi leikstýra, sko. Já. Ég veist að maður er alltaf að lesa eitthvað svona sögur af þessum gaurum eins og James Cameron og svona snillingum. Ég virði þetta svo rosalega. Já. Maður er alltaf í þessari bara bubblesinu hérna, þægindar, kúlu og... Kiefer Sutherland, Jack Bauer. Hann svaf í bílum sínum. Margir svona. Bjó í bílum. Já, voru ekki með vinnu og... Ég fíla alltaf þegar menn fara all in. Þeir fara bara sko, þeir ætla sér þetta svo mikið. Þeir fara til Hollywood með engin plön. Nei, maður er svo mikil aumingi sjálfur. Svo eru þeir bara búin að koma staði hvað þessi gæja geta og taka lönsa og svo bara mæta þeir, sko. Eins og einhverja pöttur, sko. Það er mjög skemmtilegt. Ég er gaman að þessu. Ég held með þessu. Svo er það næsta, það eru 6 manneskjur í heiminum sem líta alveg eins út og þú og það eru 9% líkur að þú hittir eina þær á æviðinni. Sko, ekki alveg eins eða? Já, samkvæmt þessu. Alveg eins? Það eru 6 manneskjur. Alveg eins og Steindi. Já, eitthvað 6 manneskjur. Sem er nákvæmlega eins og ég. Ég hef hitt einn nága, það er gaur á Selfosseldi. Hann er gótt Selfossið á... Sem er alveg eins og Steindi? Sem er alveg eins og ég. Það er bara eins og að horfa í speil, sko. Pétur Jóhann á því líka hvað segir maður, svona tvífara í Íslandi. En ég hef aldrei segið einhvern sem er alveg sé. Nei, og svo... Myndur þú vilja hitta eitthvað sem er alveg eins og þú? Já, ég hef eiginlega hitt hann, sko. En hann var, þú veist, það er náttúrulega smá munur, sko. En já, ég verið mjög til að. Svo náttúrulega vilja menn líka meina að ég líti út eins og Þippin Michael Cera. Já, þegar þú segir það. Það er góða punktur. Ef ég er alveg rakkaður, sko. En þú og Ómar Ragnarsson, þetta er alltaf mjög líkis. Það er svo ræðislegur Svo hlæra hann svo sjálfur. Hún finnst það sjálfur svo fyndin. Þetta var bara free comedy sem hann var að henda hérna í. Þú var að þakklátt fyrir það. Til hamingju með jamtitiliðinu. Það er 2 eftir. Paul Newman kendi Jake Gyllenhaal að keyra. Það er svolítið svalt. Já, það er... Það ert ekki alltaf að fara að meika það ef að Paul Newman er að kenna þér að keyra. Jú, ég held að... Þú ert afinn greinlega bara einhver svona legendum, sko. Svo er það síðasta. Töð skilar engu. Sturlustaðrind. Að töða? Já. Skilar engu? Nei. Þetta er góð staðrind. Er það? Ertu viss? Já. Maður getur töðað sig alveg, maður getur töðað sig áfram. Skilar það einhverju? Nei, ég veit ekki. Hvað fannst eitthvað besta staðrindin í dag? Mér fannst hún helviti góð með kólkarpana. Já, ég var að fíla hana.
Þeir voru mjög fínir. Mér varst líka mjög gott að staðrindin að þú og Ómar væri líkir. Já, akkurat. Það voru nokkrar að það heldur góða, sko. Já, það heldur gott það heldur fyndið. Herðu, þetta í Keflavík í kvöld og kíkja á 230 bar, þá heyrið þetta. Þetta vera veistla, beislaði búkan braf beislaðan áður en þú veist að við neyslan Þetta vera veistla Í næsta lífi, stærsti rappari landsins að mínum að þið, Ágúst Bent En þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Við drengjum í gýr eins og alltaf og verðum hér til 6 í dag Ég með nýjan dagskólið núna. Nú, hvað er þetta með? Ég með Blondale Tells It All. Það er ekki nýr liður og það er ömulugur liður. Nei, sko, málið það að það sem við eiginlega heyrðum það er bara eitthvað sem við þurfum aðeins að fara yfir. Eitthvað sem að, er þetta óþægilegt fyrir mig? Ég er endur ofta rætt að við ljúum einhvað að hlustendum. Nei, þannig að ég skal viðurkenna ef þetta er satt, en þú mátt ekki vera með eitthvað bull. Já, ég hitti Króksara sem sagði við mig sagði mér þessa sögu og ég ákveða að spyrja þig hérna bara. Fyrir framan Alþjóð. Fyrir einhverjum árum síðan, ég veit ekki hvað það var 2-3 ára eða eitthvað. 2-3 ár? Það er ok, vantar langt síðan. Þá var hérna könnun á netinu sem sagt upp á að vera kærasti Britney Spears. Hringir þetta einhverju bjöllum svona og ég haldi áfram. Já, 2-3 ár síðan, finnst það líklegt. Ég var að taka könnun fyrir 2-3 ára síðan hvort ég geti verið kærasti Britney Spears. Já, þú ert mikill Britney maður alltaf. Þetta var sérst keppni og þú ættir að senda hvort að þú væri rétti maðurinn fyrir Britney Spears. Þetta er árið 2000 og ég var að vinna í vört. Við tókum þessu ógeðslegu könnun. Ég fikk ekki, þú voru að segja okkur aðeins betur frá sig. Sko, ég veit ekki hvað ætlar að meira út í þetta. Já, svo sem vann áttu þá að komast á stefnumót með Britney Spears eða ekki? Þú tókst þátt eða ekki? Já, hvað tókstu þátt í leiklarinn að fara upp að stefnumót með Britney Spears? Ég var hvítur og var að fýblast eitthvað í vinnunni. Hvað var hann að segja? Ég bara var að meina þetta frá hjartanu? Já, frá hjartanu. Átt að fljúga þér út á það? Ég veit það ekki, þetta var eitthvað sem þetta bara telur sér á. Nei, hann sagði líka, hann spurði út í þetta þess að enda á hann að spurði, hann sagði mjög mikilvægt, spurðu Blöð hver loka orðin hans voru þegar hann stóð í restina Why should you date me? Spurningamerki og þá skrifaði eitthvað þar. Já, það var Hvað skrifaður það? Á ensku eða? Já, ég vil eða ekki segja það. Hvað skrifaður fyrir Britney þar? Ég skrifaði Because I was born to make you happy sem var uppáhaldslægið mitt á miðinni. Þetta er viðbjöð sko. Þetta er ekki hægt. Nei, þetta er samt ekki þetta, já, tvítur. Já, ég meina þú varst ekki 12 ára og tvítur. Já, reyndar og stóri fullari maður sko. Já, ég veit það. En það var út af Because I was born to make you happy. Já, sér þetta hérna. Þetta var uppáhaldslægið mitt þá sko. Muni ekki þessu lægi? Þetta uppáhaldslægið þú varst tvítur. Akkur er ég að segja eitthvað það? Það er vola skrítið. Svona, nú er ég ekki drann á leiðilegur, en það er mjög sérst. Það er mjög spes. Lúkið með vilaði. Muni ekki þessu lægi? Já, ég kannski er að býja eftir viðlæðinu. Þarna ég bara setja Ramstein á fónin sko. Þegar ég á 20 sko. Þannig ekki það? En hérna, varstu þú 20 að hlusta á þetta? Já, þetta bara Britney var upp á sitt vinsalast á þessum tíma og eitthvað. Hvað, það er ég fíbliðinu? Nei, ég er bara, mikil tilfinning að vera. Og hvað sagði Britney? Hvað heldur ég að vera að meina þetta frá hjartana og spónti mikið? Þetta var bara eitthvað grín í vinnunni. Hvað bull er í gangi? En hvað sagði Britney við þessu brefi? Ég fekk allavega ekki stefnumóti. Já. Hún hefði ekki bara fengið nálgunabann á mig. Herru, fyrir mig auðlýsingar. Ef við ekki að spila eitthvað lag með Britney? Það er í gangi hérna. Svona for all time sakes bara. Já, hendum þessu lagi á eftir. Auðlýsingar fyrst. Enski boltinn er byrjaður og Keiluhöllin í Egilshöll hefur opnað nýjan sportbar. Jói? 3 tjöld og 2 af þeim risatjöld, 1 besta hljóðkerfi sem völ er á. Góð sæti og borð fyrir alltaf 80 manns. Já, við sýnum alltaf 2 leiki á sama tíma og bjóðum boltatilboð af mat og drikk á öllum leikjum. Kíktu það sem stemningin er, Jói? Og fáðu enska boltan beint í æð. Beint í æð, hárrétt. Keiluhöllin Egilshöll sportbar. Og svo saman. Ole, 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 ole. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Kíktu við og útbúðið þitt eigið lokal salat. Möguleikarnir eru endalausir. Opið til 9 í kvöld í Borgatúni og Smáralind. Stærsti skiptibókamarkaður A4 er í Skeifunni. A4, skólavörubúðin þín. Lífið kom upp á veggina. Innimálingin fæst í Bíkó. Bíkó, málum saman.
NTVAF býður upp á fjölbreytt viðskipta, markaðs, rekstrar, bókhalds, sölu og skrifstofunám. Drífðu þig í nám. NTVAF. Meir í dag en í gær. Nýtt hljóðkerfi, nýir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á enska barnum við Austurvöll. Það verður sögulegur Reykjavíkur slagur í Borgunarbikarnum þegar KR og Valur mætast í úrslitaleiknum. Tippað á hann! Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Við erum líka vegan. Reykjavík Chips. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Við erum komið með góðan gestinga í stúdíu og það nú, Pétur Jóhann byrjaði með okkur aftur í dag. Já. Og hér annar gamall meðlimur úr FM 95 blöð sem heitir Hjörvar Hafleðarsson, verður velkomin. Þittitti. Nei, settu. Þittitti. Hvernig ertu? Þittitti. Góður. Nærðu svo vel. Þittitti. Ertu að vinna svolítið ennþá Þittitti? Þittitti. Það ekki ennþá dött. Nei, það ekki dött. Þetta að byrja aftur nú. Þegar skólarnir byrja. Ég búin að vera rosalega mikið í grunnskólanum núna undir vöndu. Allir. Þittitti. Það líka allir farnir að tala aftur að banga chicks, eða ekki? Jú. Það að byrja. Frasi frá, Nilla-frasarnir að dættin aftur. Þeir eru sem betur fyrir að detta aftur. Dengsi átti svolítið síðasta haust og núna verðist Nillin vera að taka yfir. Nillvilin. En það stór helgi í íþróttum, ekki satt, Hjörvar? Jú, það var mjög rosalega helgi. Það leikur í kvöld. Það leikur í kvöld. Málið að það Gummi Ben var reikinn á messunni. Já. Núna eftir. Þú þrættir á honum, eða ekki? Jú, hann fekk pláss á sjónum. Já, segðu okkur núna bara alveg sagt, hvað gerist hjá þér og Gumma? Hann var reikinn. Þetta var í einhverju partí þarna í Breiðholtinu, eða ekki? Jú, það var eitthvað partí. Eftirpartí? Já, það voru handalöfum. Menn sögðu eitthvað. Já, og sumt sem að Gummi sagði bara geta að taka tilbaka, eða ekki? Nei, það er bara geta að taka tilbaka. Og svo auðvitað fekk hann hann var búinn að sækja á tógara lengi og hann fekk pláss, þannig að hún var bara að henda á tógara og bara best fyrir alla, ekki? Í raun og veru bara best fyrir alla, bara því líka hann ekki með þetta en það verður bara gaman að taka þetta við á honum. Ég ætla ekki að fara að leika hann að það, sko. Það þykist fyrir hann, ég ætla bara að vera í sjálfur. Já, og fær góða gesti alltaf? Fær alltaf góða gesti. Auðun Blöndal kemur á mánudaginn. Já, Totti höfðum daginn. Auðun Blöndal og Totti næsta mánudaginn. Auðun Blöndal, já. Ok. En nú ætla ég að spyrja Valur KR á morgun, hvernig fyrir það? Já, ég meina, fyrst og fremst vil ég fá 7.000 manns á völlin. Já, það er ekki alltaf 7.000 manns. Þú fær max 3.000. Nei, ég vil fá 7.000 manns á völlin. Þetta eru 2 stærstu félög landsins að mætast. Já. Og hvað voru margir að síðasta bikarúrslitaleik til þess? Það verið svona 5.000 manns, en þá var KR keppa að Keflavík. Ok, Keflingar er alltaf góða sent. Já, Keflingar, þú veist, þeir fílar sem best í Keflavík. Já, kannski. Við Keflingar, við Suðurnesjamenn, við fílum okkur best yfir þetta. En sko, málið er, ég er með koncept. Valur er úr partíun í deildinni. Partíði búið þar. Já. Eru þeir ekki að taka þess að káin eitthvað morgun og pakka það saman? Þú vilt meina þessi hungry? Þeir eru mjög hungry. Já. Þeir eru reyðir, þeir eru hungry. Ég ætla að vona það. Það eru menna þess úti sem að fara sko veðja bara aðlegunni ánuleik. Ég ætla að setja ég með setja aðlegunni. Þeir segja það, segjum að segja hvort úti sem er að hólka aðlegunni og Hjöppi, þú verður. Segjum hún sé bara vinsætt skemmtikraftur í Íslandi og ert að spája að setja aðlegun á þetta. Og bara veistlustjóri og kannski eitthvað. Og hvað var að gera? Ert með byggja pening, þá myndi ég setja KR. Þú myndi setja KR? Já, því að hérna, sko, ég myndi fyrst býða bara eftir að sjá hvernig liðin eru. Já. Af því að hérna, besti maður Vals, það talaði um að hann verði ekki með. Af hverju var hann ekki með? Já. Why? Hann er hérna einhver Chelsea. Já, mjög marga vinir sem eru valsara sem eru potið brjálæðir heima á þessu núna. Já, ég meina, þú veist, ég er bara að segja, þú spyrir mig bara að vera honest. Akkurat. Þú þarf ekki höpa, tjálingið er serious. Þú veist það bara, I'm just being honest. En verður þetta markalegur? Er þetta eitthvað hundleðilegt? Úrslitaleikir eru alltaf hundleðilir. Nei, úrslitaleikir eru bara, þú veist, menn eru stressaðir. Little butterfly in the basket, þú veist hvernig þetta er. Ég vil 4-4, 5-5 og overtime. Ég spá 1-1. Það var reyndar úrslitaleikur í vikunni sem var bara svona eins og, ég veit ekki hvað, eitthvað flugveldasýning hérna. Nei, flugvöldarsýningar og hundleðilar. Bara eitthvað geðuð partí, þannig að Barcelona, Sevilla. Þeir nefndi ekki að spila vörð þar, sko. Já, það var svolítið skemmtilega. Það var alvöru. Það var sérstætt. Ég var til í 4-4. Ég var til í þannig veislu á morgun. Bara döpum vartaleiknum, skorum aðeins. Akkurat. Þannig að, fyrir þá sem er að fara að tippa, þá spáru KR sigri. Já, ég geri það. Ég er svona, já. Ég held að Valsmenn mæta Kolgeðvíkir og Doggi Skúli og félagar í KR, þeim eru pakkað saman. Já. Já, móna. Steindi, þú er nú ekkert vitað þessu, hvernig heldur þetta að fara á morgun?
ég hugsa að Valsmenn komi ríkalega öflugir til leiks og það væri náttúrulega svolítið annað að vera að spyrja mig ef Víkingur var að spila. Ég er náttúrulega mikill Þú ákast það í hátíðinu áðan og myndir halda með Víkingur í nötunetti. Það er mitt. Ég tæki bulletur liðið, veit ég. Og ef Newcastle er að spila eða Víkingur, það væri allt annað með hljóðið. Valur KR, mér er nettrullu sama, en ég ætla að segja Valur af því að já, þeir bara einhvern veginn hljóma hungraðari. Myndur þú taka pullet líka fyrir Newcastle? Að sjálfsögðu. Hvað heitir þjálfarinn þeirra núna? Eins og ég segi, Andy Cole hefur alltaf verið minn maður. Alan Shearer, það er miklu meisturinn sem að spila þetta. Ok, þú getur ekki eins og nefnt eitt leikmann sem að spila núna. Að sjálfsögðu, ef ég myndi nennan, ég myndi ekki gera það. Það hefur ekki tímið. Nei, hefur ekki tímið. Segi það, ég meina tíminn er á þróttum, þátturinn að vera búinn, hvað er klukkan? Já, hvenær er leikurinn á morgun? Setiti. Hann er klukkan 4 á morgun. Og það er mjög gott að vera að vinna mjög mikið á City. Ég held að fá hann dramatík, þetta verður 100% í overtime. Það verður ekki alla til að mæta á Laugardalsvellinum. Hjörvar heimtar 7000 manns. Ætlum við að spila núna Benga Jakes með Nilla? Nei, við erum að spája að fara í þetta hérna. Þú ert búin að heimta þetta allan þáttinn. Hérna Steindi. Hann er með okkur í kvöld. Absolutely. Mikil stemming, endilega tjekkja á því. Þetta verður mjög skemmtilegt. Ég, þú, Bent og Frikki saman á 230 kvöld. Þetta verður overöluð að það fá okkur nokkar eða hvernig verður þetta? Nei, við ætlum bara að skemmta fólkinu held ég. Sveinu þá. En það er bara lokum hér hjá okkur í dag. Kæru hlustendur. Ekki segja þetta. Fljótt að líða. Gaman að fá Pétur aftur inn. Hann verður með okkur næsta föstudag líka. Algjörlega. Þökkum honum kærlega fyrir að vera komin tilbaka. Já, þökkum Hjöppa hérna fyrir gott íþróttainnslag á hann. Frábær strákur hann Hjöppi. Já, hann er rosalega góður. Hann er að vinna mikið með frasa frá Nilla núna. Og hann er að vinna líka mikið með Sellitu. Já, hann vinnur mjög mikið með Sellitu. Já, og þetta er drauma Tengdasons. Við vitið að því stelpur. En það er komið að lokum hér. Föstu það er viðverði mættir hér eftir viku. Herðu, áður að klára þáttinn. Já. Þá Já, þú ert með Óskalag. Ég er ekki bara með Óskalag. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Já. Þetta er hljómsveitin Keflavík. Já. Og það er nú við hæfi af því að við erum að fara til Keflavíkur. Já. En þessi hljómsveit heitir Keflavík, en þetta eru strákar sem búa á Höfn. Okay. Já, þetta er gott lag maður. Já, þetta er trillt lag, þetta lag heitir Í sjálfu mér og ég er búin að lofa að spila þetta í útvarpinu, ég veit ekki hversu lengi og ég hvet alla hlustendur til að hringja inn á fullu alla helgina og væla í starfsmunum á FM svo þetta lag fari í spiluna, því ég held með þessu strám. Takk hérlega fyrir hlustunum í dag, heyrumst eftir viku, hér er Keflavík. Það sem gerir þennan ótrúlega keim í matinn á hraðlestinni eru kryddin og ef maður velur réttu kryddin og blanda saman verður til garam masala og nú minnum við á tilbúðan okkar fyrir 2 eða fleiri 3 til 4 himneskir réttir með öllu tilheyrandi. Hraðlestin, ekta indversk matargerð. Í kvöld á Húrra, Fufanu, Mökk og Pink Street Boys. Húrra og Víking léttur. Skál fyrir þér. Víking léttur. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtengdum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Skólatöskur, stílabækur, strókleður, úlpur, húfur, buxur og skór. Skóladagar eru byrjaðir í Smáralind. Komdu og verslaðu hjá okkur fyrir skólan. Smáralind. Góða skemmtun. Nýtt í bíó. The Gift. Excuse me. We went to school together. Sorry, I can't place you. Jason Bateman fer á kostum í þrælgóðri mynd mann sem fær ærlega gjalda fyrir syndir fortíðarinnar. It's 25 years ago. The Gift. Sýnd í Laugarásbíói. Í kvöld á Húrra, Fufanu, Mökk og Pink Street Boys. Húrra og Víking léttur. Skál fyrir þér. Víking léttur. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Nýtt í Veromóta. Only Play íþróttavörurnar eru komnar. Veromóta Kringlunni og Veromóta Smáralind. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni. A4, skólavörubúðin þín. Enski barinn er staðurinn fyrir þá sem setja kröfur og hljóð og myndgerði þegar enski boltinn er annars vegar. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Ósk Gunnarsdóttir fyrir gegnum 20 vinsælustu lög landsins á íslenska listanum. Inni á heimasíðunni fm957.is getur þú skráð þig í FM Plus
957 í boði Coke Zero. Íslenski listin í boði Coke Zero. Ekta kókbragð, engin sykur. Var fritt far með rútu í bæinn helgar. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Topp tónlistastöðin FM. Hérna það nýjasta sem við erum að spila frá Years and Years, lag sem heitir Shine á FM 957 á föstudegi, komin 14. ágúst, FM 95 Blö á enda.